tilnefningu svæðis á heimsminjaskrána. Það sem sagt viðurkennt að það sé mögulegt að svæðið eigi heima þar, en til þess að komast á heimsminjaskrána þá þarf að skrifa heilmikla tilnefningaskýrslu og lýsa öllum þáttum svæðisins í smáatriðum og rökstyðja hvers vegna þetta sé einstakt á heimsvísu og leið að tryggja að vernd svæðisins sé fullnægjandi og stjórnun og uppfylli allar reglur UNESCO hvað það varðar. Nú þessi viðmið, hefum búin að telja þetta upp áðan, það er sem sagt 3 þeirra eru tengd jarðminjum. Það er sem sagt þetta líparít eldfjall, það er jarðhitasvæðið og samspil Bárðarbungu og Torfajökuls á nútíma. Og það á sérstaklega við landmannalaugasvæðið. Og síðan er þetta 4. viðmið að það er fjallar óviðjafnanlega náttúrufegurð og er þá landslagið á svæðinu sem er óvenju litríkt og fjölbreytt. Og ég ætla þá að lýsa svo þessum þáttum núna hverjum fyrir sig, svolítið í kjölinn. Líparít eldfjallið eða megineldstöðin, eldstöðakerfið, hvað maður vill kalla það, Torfajökull, að þetta er einstakt dæmi líparít eldfjall í basaltskorpu við rekbelti. Og það býður upp á óviðjafnanlega möguleika að rannsaka hvernig meginlandsskorpa getur myndast úr úthafsskorpu. Kannski að útskýra þetta aðeins betur, þið vitið kannski að Ísland er úr úthafsskorpu sem einkennist aðalega basalti og gabbrói, ákveðin efnasamsetning sem er á þessu. Meginlöndin hins vegar hafa aðra efnasamsetning og einkennast af graníti sem er sama samsetning og líparít. Líparít er bara gosberg af þeirri samsetningu og það er mjög óvenjulegt að það sé svona mikið af líparíti á úthafssvæði. Aðrar svona eldstöðvar á Íslandi hafa kannski upp undir 10% af líparíti, en á Torfajökulssvæðinu er þetta meiri hlutinn sem eru líparítmyndanir. Nú síðan eru það flestar myndaðar undir jökli og það er mikil fjölbreytileiki í tegundum líparítmyndana sem hafa orðið til undir jökli og meiri heldur en í nokkru öðru eldfjalli. Og þar á meðal eru allnokkrir líparítstapar sem eru mjög fágætir á heimsvísu. Það eru nokkrir í Kerlingarfjöllum líka og óvíst með annar staðar í heiminum. Og hér sjáum við einfaldað jarðfræðikort af Torfajökulssvæðinu. Það er byggt á jarðfræðikorti eftir Kristján Sæmundsson og Guðmundur Ómar Friðleifsson sem mjög nákvæmt og gott jarðfræðikort og jarðhitakort af svæðinu. En þarna er þetta einfaldað aðeins. Flestir þessir litir á kortinu tákna einhvers konar líparít. Undantekningin er þetta ljósbrúna hérna sem er móberg og svo þetta ljósbláa sem er við kring sem eru basalthraun. En allt annað þarna eru mismunandi líparítmyndanir. Jú, reyndar þetta rauða eru gígar af mismunandi gerðum. Ég ætla svo fyrst að skoða það sem er merkt með, þetta átti nægilega appelsínugult en þetta er svona ljósbrúnt hérna á þessu. Þessi myndun hérna sem er víða utan öskjuna, allstaðar fyrir utan öskjurimann sem er teiknaður hérna í bláu og það sem er teiknaður með gulu hér og við kallum öskjufyllinguna. Það sem er sem sagt utanvert við öskjurimann er elsta bergið á svæðinu. Þetta eru ummynduð líparítlög sem að halla út frá öskjunni og eru sennilega leifar af myndarlegu eldfjalli sem var þarna fyrir margt löngu. Síðan verður í þessu eldfjalli öskjusig, gríðarlega stór askja á íslenskan mælikvarða. Hún er 16 x 12 km í þvermál og
það óvíst hvað langt síðan þetta gerðist, en gæti verið það bil 500.000 ár. Hún allavega vel gömul og sigketillinn sem myndaðist, hann orðinn fullur af aðalega mulningi, skriðubergi og vatnaseti. Það sumt af þessu hefur greinilega sest til í vatni, þannig að það hefur verið stórt öskjuvatn þarna langt skeið. Hérna sjáum við svo mynd af þessu bergi. Þetta barmur rétt við Landmannalaugar og horft inn eftir Jökulgili. Og þá eru þessi fjöll hérna vinstra megin á myndinni, að þetta eru sem sagt leifar af þessu forna líparít-eldfjalli sem einhvern tímann hefur verið talsvert hærra hérna, en allt sem hægra megin hérna á myndinni hefur sunkað niður við þetta öskjusig. Og hérna, já, það bara aðeins nær þarna inn, aurar Jökulgilskvíslar. Þeir eru einstakir á landsvísu allavega. Þetta eru stærstu svona líparítaurar landsins, svo til eingöngu úr líparítmylningi. Og það þessi öskjufylling líka, mestum hluta harðnaður líparítmylningur og var miklu leyti leifar af þessu gamla eldfjalli sem malað upp. Allt þetta efni mikið ummyndað og þar af leiðandi mjög litskrúðugt. Inn á milli í þessu eru svo yngri líparítmyndanir sem eru þá aðeins minna ummyndaðar og nýmyndaðar í þessu, og það líka svolítið af móbergi sem eru basaltmyndanir, en það er svona minniháttar þáttur í þessu. Nú, vatnið þarna var að minnstakosti horfið fyrir það bil 100.000 árum og askjan orðin full af efni. Og það lítur svona út í dag, þetta efni. Þetta innst inn í Jökulgili og megnið af þessum ljósu skriðum hérna eru sem sagt líparítmylningur. Upphaflega hafa þetta verið skriðusett og vatnasett. Og þetta hefur verið kortlagt og sumar einingar í þessu eru kallaðar nöfnum eins og græna túffið og bleikasettið og hitt og þetta, en þetta mjög fjölbreytt og skemmtilegt. Hérna erum við í nágrenni við Hrafntinnusker og þetta svolítið suður af því. Þetta í hinu Jökulgilinu á svæðinu. Og þar eru líka svona grænir hryggir. Þetta nú ekki sá fræi sem að fólk hleypur og skoðar, en það eru nokkrar svona myndanir á svæðinu. Og hér svo Bláhnjúkur og ég hafði hann með því að neðan til í honum, þessar ljósu skriður hérna. Þetta þessi gamla ummyndaða öskjufylling, en ofan á henni þetta gráleita berg hérna. Þetta ungt líparít, Bláhnjúksmyndunin, sem myndað undir jökli þarna einhvern tímann á seinni hluta ísaldar. Mikið rannsökuð myndun og allnokkrar fræðigreinar skrifaðar þessa myndun. Og svo í forgrunni hefur við Laugahraun sem yngsta líparítmyndunin á svæðinu og frá sögulegum tíma. Þá erum við sem sagt búin að skoða þetta elsta sem hérna utan við öskjuna og svo öskjufyllinguna sjálfa. Síðan það næsti kapítuli að það eru stór líparítfjöll sem myndast svolítið utan við öskjuna. Kallað þetta hringlaga líparítmyndun. Þetta eru Laufafell og Rauðufossafjöll, Kirkjufell, Illihnjúkur og Torfajökull sjálfur. Og svo ætla ég að minnast á þar á eftir líparíthraun sem runnin á nútíma. Þau eru hérna við Laufafell í Reykjadölum, Laugahraun, Dómadalshraun og fleiri. Þetta hringlaga líparít myndað í gríðarlegri goshrynu einhvern tímann snemma á síðasta jökulskeiði.
Það er eitthvað nálægt því að vera svona 70.000 ára gamalt. Það eru allar eins, má segja. Það er mjög einsleitt berg í þeim öllum og svipaðar myndanir, og það er margt sem bendir til þess að þeir hafi myndast allar á frekar stuttum tíma. Það væri gríðarlega stórt gos ef það hefði orðið allt í einu, því að þetta eru samtals nokkrir tugir rúmkílómetra af líparíti, en líklegra að þetta hafi verið hrina sem hafi staðið yfir í einhvern tíma. Og þarna eru sem sagt flest hæstu og svona reisulegustu líparítfjöllin á svæðinu, og já, ég var búinn að telja upp þessi örnefni þarna. Hér er svo Laufafell, það er svona, getum við sagt, herðubreið líparítfjallanna, stendur svolítið eitt og sér og er ákaflega svona symmetrist og fallegt. En það er sem sagt túff í því neðan til, en svo er þykkt líparíthraunlag í toppnum, þannig að það hefur náð að bræða ofan af sér jökulinn meðan á gosinu stóð. Og það er svo Rauðufossafjöll, og þar eru líka líparíthraun ofan á þessum stöpum. Nú svo komum við að nútíma. Eftir ísöldina þá hafa orðið alltaf 11 gos á svæðinu, öll á vestur og norðvestur hlutanum, og að minnstakosti 6 þessara gosa þá hefur gosið samtímis í Bárðarbungukerfinu, þar að segja á Veiðivatnasvæðinu, og í Torfajökli. Og einkenni á þessum hraunum, líparítthraunum frá nútíma, er að það er víðast hvar hrafntinna að finna á yfirborði. Þó að hraunin sjálf sé að miklu leyti ekki úr hrafntinnu, heldur kristölluðu líparíti, að þá er talsvert af henni á yfirborðinu. Og hér sjáum við Laugahraun. Landmannalaugar eru hérna neðst á myndinni, og það er horft inn yfir hraunið inn í Vondugil og að Háalda. Og hérna erum við í Reykjadölum. Þetta hraun hérna í bakgrunni er hrafntinnuhraun sem rann landnám. Og hérna til hægri á meiri mynd er annað, þetta heitir Sléttarhraun og er elst af þessum nútímarhraunum þarna, og myndin er tekin af hrafntinnuskeri sem er líka eitt af eldri líparítthraunum á svæðinu. Hér er önnur mynd af hrafntinnuskeri í nágrenni við Stórahver. Og þá erum við sem sagt búin að fara í gegnum þessar helstu myndanir og sögu þessa líparítfjalls, og vindum okkur í næsta, svo við getum haldið tíman kannski. Það er jarðhitasvæðið. Það er gríðarlega víðfeðmt, víðáttumesta háhitasvæði á Íslandi, og með mjög fjölbreyttum hveragerðum eða yfirborðsummerki jarðhita. Það má segja að þetta eru fjölbreyttar aðstæður á yfirborði og er á stóru svæði, og þar að auki er jarðhitavökvinn, þar að segja vatnið eða gufan, mjög breytileg á svæðinu. Þannig að þetta býður upp á margar mismunandi gerðir af hverum og mismunandi útfellingar og lífverur í þessu. Þarna eru sem sagt kröftugir gufuhverir, leirhverir, brennisteinsþúfur, vatnshverir, kolsýruhverir og laugar, soðpönnur og fleiri fyrirbæri var hægt að telja. Og þessu fylgja bæði hveraörverur eða hitakærar örverur, og þar sem að hverirnir eru svo fjölbreyttir að þá eru það líka fjölbreyttar gerðir af þeim sem fylgja því, og hluti þeirra er víst mjög fágætur. Þetta hefur verið rannsakað á nokkrum stöðum þarna, en alls ekki öllum. Og svo það sem hefur bæst við í rauninni síðan við sendum þessa stuttu skýrslu til UNESCO, að það eru
þessar hvera vistgerðir. Eftir að maður fór að kortleggja vistgerðir hérna á Náttúrufræðistofnun, þá var búið að skilgreina hérna nokkrar vistgerðir sem að tilheyra svona hverasvæðum og hafa líka mjög hátt verndargildi. Hér svona kort sem sýnir gróflega útbreiðslu helstu gufu- og leirhverasvæða á Torfajökulssvæðinu. Langmest virkni hérna í austur Reykjadölum, það svona stærsta og öflugasti hlutin af þessu, en það líka mjög mikið í Kaldaklofi og við Háuhverfi, vestur Reykjadölum og í kringum Brennisteinsöldu. Við skoðuðum hérna í tengslu við rammaáætlun jarðminjar á háhitasvæðum út allt land og vorum að bera þetta saman á flokka. Í því samhengi þá ákváðum við vegna þess að þau eru mjög misstór og mismunandi að skipta þeim upp í sambærileg undirsvæði. Það þetta sem er merkt með númerum hérna inn á að þetta allt saman sem sagt undirsvæði sem eru ekki meira en nokkrir ferkilometrar hvert, til þess að við getum borið saman svona sambærileg svæði. Og skráðum yfirborðsummerki jarðhita og síðan settum við þetta í fjölbreytugreiningu til þess að fá einhverja flokkun á jarðhitasvæðum. Og það er eftirtektarvert að jarðhitasvæðið við Torfajökul, það er eiginlega bara í sér flokki. Það er ólíkt öðrum jarðhitasvæðum á Íslandi. Það er eitthvað svipað í Hveradal í Kverkfjöllum, sem er samt með minna svæði. Þetta er svokallað soðpönnusvæði. Og annað sem við sjáum á þessu er hvað þetta eru mörg undirsvæði sem að þurft að skipta Torfajökulssvæðinu upp í. Þetta er eitthvað rúmlega 20 undirsvæði og meira en 20% sem sagt af flatarmáli háhitasvæða á Íslandi. Þannig að þetta er bæði gríðarlega stórt og sérstakt. Nú þau einkennast sem sagt að þessu fyrirbæri soðpönnum. Það er fleiri myndir af því að það er ekki mjög greinileg, en svona það er algengt að það sé talsvert hvítan leir. Það eru ölkeldur á þessum svæðum og oft kolsýruhverir líka. Mikið hveraörverur í afrennsli. Og þetta er sem sagt bara á Torfajökulssvæðinu og á litlu svæði í Kverkfjöllum. Og svo þegar við vorum að meta verndargildi þessara háhitasvæða, ætla ég bara að benda á það að Torfajökull skoraði langhæst af öllum háhitasvæðum á Íslandi. Og síðan bara að sýna nokkrar myndir af þessum mismunandi hverum. Hér er bullandi vatnshver. Hér er svona dæmigerð soðpanna. Þetta eru svona grunnir pollar oft með svona malarkenndu undirlagi þar sem að gufa streymir upp svo til út allan pollinn. Og það er svona eins og kraumandi panna á hellu. Það eru fleiri soðpönnur og örverur, svo eru öflugri svona leirhvera og gufusvæði, brennisteinsþúfur í litlu dalverpi, annar leirhver. Hér er öflugasti gufuhver landsins, heitir Kvínandi. Ég heyrði að vísa á því að hann hefði verið látið lítið fyrir sér fara í sumar. En þegar maður hefur komið þarna að það er ekki hægt að heyra sjálfan sig tala þarna. Það er alveg gríðarlegur hávaði í þessu. Þetta er svo blásandi borhola. Og þarna er annar svona öflugur gufuhver. Og hér er hveraörverur í afrennsli. Röndóttur foss fyrir neðan Háuhverfi. Þannig að eins og þið sjáið mjög lítið rennsli í þessum læk, en þar sem hann kemur og fer fram að þessari brún dreifist vatnið hérna allan þennan klett og það eru allskyns örverur í þessu sem ég kann reyndar ekkert að nefna. Það eru risastórar brennisteinsþúfur í Kaldaklofi. Það er kolsýruhver líka í Kaldaklofi.
stutt þarna frá var annar sem bara sprautaðist út úr vegg, marga sekúndulítra af sódavatni stöðugt. Og það eru goshverir á svæðinu líka. Þetta í grennd við Hrafntinnusker. Þessi gaus svona 3-4 metra upp í loftið þegar ég var þarna. Þetta mjög stór vatnshver og þetta heldur áfram. Þetta mjög skemmtilegt fyrirbæri sem víða á háhitasvæðum. Við kallum þetta hverasölt en hefur líka verið kallað hverablóm eða steinblóm vegna þess að þetta vex og hverfur svo aftur. Þetta eru vatnsleysanlegar steindir, vötnuð súlföt með flókna efnasamsetningu en verða til sem sagt þar sem að gufa streymir út úr heitri jörð og mætir súrefni og vatni og fellir út þessar steindir en þær eru vatnsleysanlegar svo þeir hverfa í rigningatíð og eru svona svolítið eins og blóm að sjá. Og þarna eru meira hveraðurverum. Ég ekki, já. Og lengi að þessu. Þá það samspil Torfajökulseldstöðvarinnar og Bárðarbungu. Það sem sagt ítrekkað orðið á nútíma að gliðnun í Bárðarbungu eldstöðvakerfinu og sprungugos þar hafa valdið því að það hafi gosið líparíti í Torfajökulseldstöðinni. Og þarna landmannalega svæðið sérstaklega mikilvægt. Ég vil að hlaupa yfir þetta bara, ég að vera komin seinna á tíma. Hér kort af Torfajökli, þetta Askjan og megineldstöðin utan það, þannig að þetta Torfajökulssvæðið og við erum svo með veiðivatna gosrein Bárðarbungu kerfisins sem liggur hérna til suðvesturs og teygir sig inn í Torfajökulseldstöðina. Það hefur sem sagt alltaf því 6 sinnum á nútíma, 10.000 árum hefur þetta gerst og 3 síðustu gosin eru mjög vel þekkt. Fyrir 2000 árum þá rennu Tjörvarhraun og Hnausahraun og Dómadalshraun og það mikilvægt við þetta að þá stíflast Tungná rétt ofan við það sem að Krókslón núna og það myndaði gríðarstórt lón á hálendinu þar sem að nú eru veiðivötn og vatnaeldur. Sem sagt stöðuvatn sem sennilega var stærra en Langisjór og náði alveg frá landmannalögum og langt norður austur eftir. Nú næst þá þegar gýs þarna þá myndast vatnaeldur á veiðivatnasvæðinu og þar gýs þá í þessu vatni eða lóni og verður sem sagt eingöngu gjóska sem að kemur upp, þar er ekkert hraun. Gríðarlega mikil gjóska sem dreifist allt land og myndar það sem við kallum landnámsflæðið. Ásamt gjósku sem að kom frá Hrafntinnuhrauni sem að fór þá að rann í Torfajökli á sama tíma en þaðan kom ljóst öskulag sem að fylgir þessu dökka þannig að það þetta einkennandi tvílita öskulag frá árinu 871 sem mikið notað í fornleifafræði og jarðfræði. Síðan árið 1477 gýs aftur í veiðivötnum og skoða það svolítið betur hérna. Þetta kort af landmannalögasvæðinu, svona stóra myndin. Við erum með veiðivötn hérna og vatnaeldur, Ljótipollur hérna og Laugarhraun. Allt þetta svæði var sem sagt stöðuvatn eða lón þegar þessi 2 síðustu gos urðu. Vatnaeldurnar hérna settu á stað gos í miðri öskjunni hérna og rann Hrafntinnuhraun og síðan, og síðan árið 1477 að þá verður þetta gos í veiðivatnum sem að næstum því klárar að fylla upp í þetta forna stöðuvatn. Það bara lítil svona gígvatn og pollar eftir og þá rann líka Laugarhraun sem hreint líparíthraun innan þessi áið öskjurimman hérna í landslæginu, innan öskjurimmans og ég ætla svo að kíkja aðeins nánar hérna á þetta sem ég kalla landmannalögasvæði en þar
þar sem að þessar tvær kvikugerðir blandast, sem sagt basaltið sem kemur úr veiðivötnum og líparítið sem tilheyrir Torfajökli. Og hérna sjáum við nánara kort. Laugarhraun, sem sagt hreint líparít af Torfajökulsgerð, Ljótipollur og Frostastaðahraun myndaði þessu sama hrauni og hreinræktað veiðivatnabasalt. Síðan þar á milli höfum við jarðfallið og stút, þetta í rauninni einn gígur, og það basalthraun, norðurnámshraun sem rann frá því, en það með innlygsum af Torfajökulslíparíti. Og síðan hérna námshraun og suðurnámshraun, og nú gíg hérna, það líparíthraun með innlygsum af veiðivatnabasaltinu. Og ég ætla að nefna í þessu samhengi af því að það eru hugmyndir að breytt skipulag á svæðinu. Menn vilja draga úr umfanginu hérna í landmannalögum og vilja bjarga svæðinu með því að gera nýtt svæði hérna milli námshrauns og norðurnámshrauns, eina 10 gistiskála og mikil bílastæði og tjaldstæði. Og við höfum svona svolítið verið að andmæla þessu hér. Og hérna sjáum við yfir Laugarhraun frá Brennisteinsholti til norðausturs í átt að Bárðarbungu. Hún þarna á myndinni en sést ekkert svo greinilega, hún hérna einhvers staðar. Það svona rétt svo hún sést. Og hér höfum við námshraun og í hina áttina rennur suðurnámshraun, þetta inn í sama hraunið út í Frostastaðavatn. Og hérna höfum við sem sagt þetta námshraun og norðurnámshraun hérna fjær. Og það á þessu svæði hérna á milli sem eru fyrirætlanir nýja uppbyggingu. Þetta gígurinn Stútur sem að norðurnámshraun komið úr. Þarna sjáum við aðeins fjær hraunið sjálft, gíginn, og svo ytri gíginn sem runnið frá upphafi gossins þegar það var sprengigos í vatni. Síðan þegar það var búið að einangra sig frá vatninu þá breyttist gosið og það myndast þessi minni gígur hérna innan í. Og svo að lokum hérna séð frá vatnaöldum í átt að svæðinu. Þetta hæsti gígurinn í vatnaöldum, þetta eru gríðarlega stórar myndanir, svona skeifulaga hálf hverfjöll í langri röð. Landslagið, það ekki svo sem mitt sérsvið, þannig ég ætla að hlaupa hratt yfir það. Við viljum meina samt að þetta sé óviðjafnanlegt landslag og að samspil eldvirkni, jarðhita, jökla og fallvatna hafi leitt til fjölbreyttra landforma og jarðhitaummyndunin gerir svæðið einstaklega litríkt. Og ætla nú bara að rökstyðja það með svona nokkrum myndum sem ég ætla að renna hratt í gegnum. Og ég hygg að flestir séu sammála mér í því að þetta sé bara ansi flott. Svona almennt séð og fjölbreytt og litríkt. Ekki meira? Já. Þetta bara upprifjun af því sem ég búinn að tala ekki sjálfur ekkert meira en það að segja. En þetta náttúrulega byggt á ýmsum heimildum, þetta eru bara þær helstu. Ég ætla að sérstaklega nefna það að vinnu Guðrúnar Larsen við að sortera þarna eldfjalla eða gossögun á nútíma og veiðivatna á landmannalaugasvæðinu. Og svo þetta kort sem ég byggi mikið á eftir Kristján Sæmundsson og Guðmund Ómar Friðleifsson. Það þakka ég fyrir. Þakka kærlega fyrir. Nú vil ég bara endilega hvetja ykkur til að gefa mig merki að þið viljið spyrja Kristján eitthvað nánar eða leggja eitthvað til mála. Ég langar aðeins að fá meiri skýring á þessu. Veitu hvað?
Mér langar að fá aðeins meiri skýringu á þessari töflu sem var að náðan, eða skoðan aðeins betur. Töflu, já, jarðhitasvæðin. Já, þannig við. Það virkar sannlega hraðar ef ég gerir þetta hérna. Þá getið þið leiðinni séð allar myndirnar aftur. En það var eiginlega helstu vandræðin þegar við erum að gera þetta erindi. Ég komst að ég á 8000 myndir frá svæðinu. Það var svolítið erfitt að velja. Þessi. Þetta var sem sagt úr verkefni sem var unnið fyrir rammaáætlun og þarna bara verið að horfa á verndargildi. Það voru ýmsir þættir metnir, annars vegar fyrir jarðfræði, sem sagt jarðminjar sem hafa ekkert með jarðhitann að gera og síðan fyrir jarðhitann sjálfan og því gefnar einkunnir og það vegið saman eftir ýmissi aðferðafræði. Þriðji dálkurinn hversu einstakt það á heimsvísu, hvort það sé undur eða slíkt og þar fengu nokkur svæði toppeinkunn og sem við notum heila til að rökstyðja að það væri ákveðin svæði hérna sem væri ekkert voðalega fjölbreytt eða merkilega að öðru leyti en einhverju einu og þyrfti að passa upp á þó að það fengi ekki svona háa einkunn yfir heildina. En þessi tala svo bara summan af þessu. Þannig að Torfajökulssvæðið skoraði hæst fyrir jarðhitaummerki og með þeim hæstu hérna í þessum flokki og næst hæst fyrir önnur jarðfræði fyrirbæri en þar náði Askja aðeins hærra. Svarar þetta? Sælverið, Ingibjörg heiti ég, kærar þakki fyrir þetta. Mig langar til að kannski heyra nánar athugasemdir ykkar eða hvað þið hafið skipulagsmál í Landmannalögum að segja. Já, nú ég komin á hinn endan í erindinu, ekki hvort innan að spóla þangað sko. Við erum sem ekki að andmæla því að það sé tekið til í Landmannalögum og gert snyrtilegra en okkur finnst fyrst og fremst að þessi staður þar sem að nýju uppbygging á að vera sé ekki fyrir utan svæðið heldur bara á öðrum stað á Landmannalögasvæðinu. Þannig að það sé raunverið að raska nýjum lítröskuðum stað og svo minnka eitthvað umfangið á stað sem að þegar búið að raska. Og við getum eiginlega ekki séð að það sé til hins betra á neitt hátt og rauninni bara verra. Það mun auka álag á hraunin í kring, Námshraun og Norðurnámshraun. Þar eru þegar orðnir ansi djúpt markaðir göngustígar til dæmis Norðurnámshraun og í Stút og þar í kring og ég held að álag af göngufólki muni aukast verulega ef að fólk fer að dvelja þarna bara við hliðina. Alveg eins og það álag núna á Laugahraun vegna aðstöðunar þar en þar þó búið að laga göngustíginn núna og fá fólk til að fara minna út fyrir stíginn. En já, það í grunninn sem sagt þetta bara nýtt rask á nýjum stað á sama svæðinu. Og ég persónulega myndi venna ef menn vilja færa þetta úr Landmannalögum þá þurfa að fara lengra til að komast út fyrir svæðið.
Eru fleiri spurningar? Já, takk Kristján fyrir áhugaverð erindi. Þorsteinn Sæmundsson heiti ég. Hérna, það ný útkomin grein mikið sprengjugos sem hefur líklega átt sér stað Torfajökulssvæðinu og að ygnibrítið sem í Þórsmörk sé komið þaðan. Hvað, ertu búin að skoða eitthvað þessa grein eða hefur verið einhverjar hugmyndir þetta? Nei, því miður ég ekki búin að skoða þessa grein, en þannig að ég get ekki hrakið það, en ég hef skoðað sem sagt þar sem menn töldu að Flikurbergið í Þórsmörk væri komið upp í Tindfjallajökli og þótti það ekkert ósennilegt á sínum tíma. Það finnst Flikurberg í Torfajökli líka, sunnan til í því, sunnan við Öskjuríman. Þar allavega eitt Flikurbergslag og sennilega á fleiri stöðum, þannig að það hefur örugglega einhvern tímann orðið slíkt gos þarna. En ég hef ekki lesið akkurat þessa grein. Já. 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 Þú varst Flikurbergið í Þórsmörk 56.000 ára, cirka. Og þeir nota það, efnasamsetninguna, þetta geti ekki komið út Tindfjöllum. Og ef að þetta rétt, þetta 56.000 ára, þá gæti þetta fallið saman við þessa virkni þarna sem að þú nefnir að hafa verið þarna fyrir 70.000 árum. Já, það þetta hringlaga líparít sem allt utan við Öskjuna, já. Eru fleiri spurningar? Nú, ef ekki, þá bara ljúkum við þessi dag. Ég þakka þér aftur kærlega fyrir, Kristján, og ykkur fyrir komuna.